Það rétt, hann mættur í stúdíó við barnastjarnan Sverrir Þór Krulsson, ertu velkominn? Legendið! Legendið, það eitthvað aðstæðlegt að kalla sig það sjálfur. Legendið! Legendið, hvernig hefur það þennan þriðjudaginn? Ég alveg lóður í að þurma. Nei, það ekki? Teflon húður, solid 8. Gætir ekki verið betri? Hálfur nú. Já, það reyndar, það komið sumar, það sól, en þetta svona, það verið að stríða manni. Nú? Já, bara þegar ég vaknaði morgun og sá glampandi sól, lakaði til að frút, bara fraus. Fuck it. Skítkalt. Bara úlpa. Já, bara klæðist aðeins betur. Veistu hvernig ég klæði mig? Hvernig? Ég fyrir ból og úlpu. Já, og það ekki kalt á það? Nei, þá ég bara í úlpunni úti, ógeðslega gott. Svo leiðum við kemur ekki staðarinn, þá fer ég úr úlpunni. Já, ert bara á bollum? Já. Já, byrju, þú tala eins og þetta sé eitthvað snildar uppskrift, þetta ekki bara svo flestir eru það? Nei, það allir í einhverjum ból og peysu og eins og bjánar, sko. Já, en það Ég aldrei í peysu. Það var náttúrulega heiðskipt, ég fór að hugsa á hann, það hefði verið fullkominn þriðjudagur, það hefði verið bara hlýtt, frí á morgun og allir í stuði og voða kósí, en það svolítið kalt. En við förum ekki að væli við því þennan þriðjudaginn. Þú ert búinn að væli við því? Ég aðeins búinn að töði því. Þú ert alltaf að væli, þér svo mikið kulda að skræfa maður. Já, ég enda kulda að skræfa. Algjör. Viðurkenna, rólegur. Alls? Slakaðu. En já, við ætlum ekki að væli yfir í allan dag allavega, þó svo við velta hans yfir í hér í byrjun. En við erum með frábæran þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Teflon húðan, sko. Já, hann þéttur og skemmtileg. Við ætlum að tjekka hans á múttu eftir. Hún nú fengið smá frí hjá okkur. Já. Við ætlum svona aðeins að láta hann að heyra það, því að nú mamma Simma hætti á þeim, en náttúrulega Simma og Jói hætti með þáttuna á lögutum. Já. Þannig að hún eiginlega orðin svona eina mamman í útvarpið núna. Já. Og þarf aðeins að fara að hysja upp þessu buxurnar. Hárrétt. Hún þarf að, sko, hún hefur aldrei undirbúið neitt og veist eins og þegar Simmi og Jói hringi mömmu Simma þá tilbúið með ljóð og svona. Við þurfum aðeins að láta hann að heyra það. Hringjum í hann og eftir. Við fáum ríkala góðan gest til okkar. Það hann Andri Freyr eða Andri á Flandri sem reyndi að byrja með þættina sín aftur á RÚV núna í maí. Andraland. Þannig við ætlum að ræða bæði þættina og bara svona daginn og veginn. Já, bara hvernig á að vera góður útvarpsmaður. Hann alveg eitt sá besti, sko. Já, við verðum að gefa Andra það. Hann kann alveg að vera í útvarpi. Alveg frábær manneskja. Hann líka búinn að vera, sko, náttúrulega var alltaf á X-inu og hann búinn að vera mjög lengi í útvarpi. Það aldrei skrítið, allir þessir harðhausar á X-inu. Já. Þeir allir fannir á RÚV. Simmi, Þossi, Doddi litli, Andri og Matti. Já, Matti. Doddi litli var náttúrulega komin á FM sínum tíma. Já, en hann svona harðhaus. Já. Rífandi kjaft. Þeir allir á RÚV núna, það rétt þér. Svo erum við með Sturla staðreyndir. Herru, það fyndið með Sturla staðreyndir. Ég fekk tölvupost frá strák sem heitir Stefán, ég held hann að vera Jónsson, og hann að fara upp í flugvél núna klukkan korter yfir 4. Og hann bað mig að hafa Sturla staðreyndir í byrjun þáttar svo hann myndi ná þeim. Þannig að hann mikið látandi þeirra. Ég get það því miður ekki, Stefán, ef þú ert að hlusta. Getur ekki henda á hann einni? Henda á hann einni? Já, ok. Einhver á hann bara? Ég get tekið... Nei, ég tímið ekki. Þessu aðstæðlegt það. Hann verður bara að hlusta á þetta á netinu. Hann getur farið, þú getur farið inn á vísi.is, hlusta á þetta þar. En vona að flugið verið gott í þar. Svo erum við með dagskrárliðin Geymt ekki gleymt, þar sem við ringjum í gamlar smáauglýsingar. Og já, við erum nú búin að ringja þar og við lendum bara á einum snilling. Það bara eitt símtal þar í dag. Það var maður, við fórum í Bændablaðið síðan 2001. Já. Og það eitthvað sem við ætlum að halda áfram, Bændablaðið. Já. Það vanmetið blað. Þar eru bændur að auglýsa eftir einhverjum hlutum. Já. Og ég trúi mér að það var skemmtilegt símtal við algjör hans snilling. Sultu slagan bónda lengst í raskati. Já, sem að ég vantaði bara allt. Já, hann var alveg til í að skoða þetta allt saman, sko. Já, við heyrið það hér á eftir. Þannig eins og þið heyrið, kæru hlustendur, þá bara smekks neisa í okkur strákunum. Hvernig var, já, þú varst náttúrulega í sjónvarpinu á kosninganótt. Já, við vorum hann, ég og Björn Bragi. Þú varst að vinna, en hvað kaus kallinn? Heyrðu, ég voða, hrifinn af Evrópusambandinu, af því að pabbi sagði mér það. Já, ok, þannig að þú kaust... Hvað? Ég kaus Samfylkinguna. Samfylkinguna, já, ok. Það fór illa. Þau skipt á sig. Það var ekki mikið stemmingar. Nei, það var ekki part í rúbrauðsgerðinni. Það var eitthvað minnum það, sko. Ekki þetta árið. En ég meina það fiskur í kvöld og lífið heldur áfram. Hárrétt þér. Lost my mind and lost my goal. Á FM 957, þetta var eitt af uppáhaldslögum auðvitað á stöðunni, eins og svo marg önnur lög á þessari stöð.
Það var Bruno Mars og Rihanna og Justin Bieber saman í þessum frábæra slagara sem heitir Love is everything you need to know about sex. Hvaða lag var það? Þetta var Not Giving In. Not Giving In með Johnny and the Donuts. Nei, Rudimental. Rudimental. Já, eins og alltaf á þessum tíma þá ætlum við Blöndal að kíkja á hvað er að gerast í heimi fallega og fræga fólksins. Og það er hið neikvæða orð slúður sem er næst á dagskrá. Já, og ég ætla að byrja slúðrið á Michael Jordan. Ég var að segja frá þessum körfubolta snilling í gær. Hann var að gifta sig helgina, hann gifta sig á laugardaginn. Já, ok, sæll. Og það voru 2000 manns í veislunni, hvorki meira en minna. Vá, hvað hann þekki marga. Já, 500 í kirkjunni en 2000 í veislunni. Og já, hann var að giftast 35 ára gamalli leikonu, eða sem er leikona og módel. Ég hef reyndar aldrei heyrt hann áður. En Michael Jordan, sem er sjálfur 50, hann kann alveg að halda brúðkaup. Þetta var hans annað brúðkaup, hann hefur verið giftur einu sinni áður. Og já, brúðkaupið hans á laugardaginn er dýrasta celebrity brúðkaup allra tíma. Hann bara splæst í dýrasta brúðkaup allra tíma og kostaði hvorki meira en ég minna en $10 milljón. Hvað, voru allir gestirni gullhúðaðir á leiðin inn? Ég veit ekki hvernig þú eigði $10 milljón. Þetta er sko 1,5 milljarður tæpur sem að þetta brúðkaup kostaði. En þá er ekki talið með náttúrulega royalty eins og prins William og Diana Princess og það allt. En það er allt annað dæmi. Það er mun dýrara en þá er að tala bara svona frægu fólki. Og þarna fór hann langt yfir eins og Paul McCartney og Heather Mills. Brúðkaupið þeirra á sínu tíma kostaði $3 miljónir. Það kostaði nú bara Heather Mills an arm and a leg. Já, það kostaði samt heila, sko, það kostaði Paul McCartney an arm and a leg. Skilnaðurinn var dýr. En það hefur verið vont ef Heather Mills hefði mist hínalöpuna. Hérna, svo var, Christina Aguilera og þau borguðu $2 miljónir. Hann er lang efstur. Madonna, Brad Pitt og Jennifer Aniston, þeirra brúðkaup kostaði $1 milljón. Madonna og Guy Ritchie var $1,5 milljón. Tom Cruise og Katie Holmes var $2 miljónir. Michael Jordan var með $10 milljón. Þetta er vangið. Já, ég minna, af hverju líka. Já, samt ég minna, hann vil halda flotta veislu. Já, ef hann á fyrir þessu, þá var allt í lagi. Já, ég held að hann sé ekkert á flæðiskeri statu þegar kemur að pening, sko. Nei. Hann á nóga þessu, sko. Hann er góður í körfuboltanum. Já, hann var það, náttúrulega hættur. Besti, að mínum að þetta er sennilega bara besti íþróttamæður allar tíma. Já, skemmtilegt að fylgjast með honum í krikketinu. Krikketinu, í baseballminnunum? Já. Þú sást hann samt aldrei þar. Hann var aldrei sýnt. Nei. En spáðu samt hvað er töff að fara í brúðkaupi á Jordan. Já. Ég myndi fíla það. Já, það verður bara gaman að bara svona vera að fluga á vegg. Ég er til í það. Hvað er þetta? Ég er þetta í brúðkaupi. Já, hvað er Michael Jordan? Michael Jordan. Svo er það Nicki Minaj. Hún átti að fá hlutverk Halle Berry í The X-Men. Hún átti að leika Storm í nýjustu X-Men myndinni. En svo á síðustu stundu hætti leikstjórinn við og fekk einhverja bakþanga og fannst hann verða að láta Halle Berry leika þetta hlutverk áfram. En hinn 46 ára gamla Halle Berry var meira en til og mun hún því leika Storm í næstu X-Factor mynd. Þannig að Nicki Minaj var næstu búin að koma sér inn í X-Men. Það hefur verið stöf hjá henni. Já, þú ert aðdáandi hennar. Já, ég kann ágætlega við hana. Hún er svona lítil butta sem rífur kjaft, sko. Já, ég þoldi hann ekki fyrst hann í American Idol, en hún er svona, hún er aðeins að venjast í gefinu það. Hún bara segir sannleikan, sko. Já, hún er mér mun skemmtilegri núna, sko, í úrslitunum, heldur hún var hann hún var alltaf að finna einhvern nöfn og eitthvað mér stafn. Já, en veist, þetta er alltaf með... Já, þetta er alltaf með fólk sem er að byrja nýtt. Maður raunar yfir það alveg þannig til að manni þykja væntu það. Já, svo þekkir nú mig, ég er mjög hrættu við breytingar. Já, einmitt. Svo er það hérna í lokin, en Rob Kardashian, sem er bróðir Kim Kardashian, hann setti sparið fyrir sitt, eða mikinn pening í nýtt fyrirtæki, sem er eitthvað sokka fyrirtæki. Það vill bara svo leiðilega til að það er enginn að kaupa svo sokka og þetta sokka fyrirtæki er að fara á hausinn núna eiginlega bara strax. Okay. Það var aðeins keypt af þessum jólin, en svo selst þetta ekkert í dag, þannig að hann er í vesinni með þetta fyrirtæki sitt og þetta er fyrsta sinn sem að hann stofnar svona sitt eigi fyrirtæki. Það var frábær hugmynd, Jón. Stofna sokka fyrirtæki, maður þarf alltaf sokka. Það er enda rétt, maður þarf alltaf sokka. En ef þú vorst að fara að kaupa þessu sokka, ferðu þú endalega að hugsa til Rob Kardashian sokkana eða? Nei. Það er minna.
Vilt þú vinna VIP-pakka á Keflavík Music Festival? Þeir sem kaupa miða eða eru nú þegar búnir að kaupa miða geta skráð sig í leikinn með því að posta mynd af sér með miðan á Keflavík Music Festival á næstu N1 stöð. Send okkur mynd af þér með miðan þinn og skráðu í leikinn á keflavíkmusicfestival.com en þar getur við einnig keypt þér miða. Þetta verður ógleymanleg helgi. FM 957 og agents.is. Sumarleikur Pepsi Max. Leynist vinningur í þinni flösku. Pepsi Max gefur draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt yfir 10.000 öðrum aukavinningum. Kannaðu málið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Krappís Engifjöröl kynnir. Allir leikir í beinni á Risaskjá, enski og meistaradeildin. Engispub við Austurvöll. Með afsláttarþrepum orkunnar í fyrsta sinn á Íslandi veittur afsláttur á eldsneyti í samræmi við eldsneytiskaup í mánuðinum á undan. Sæktu orkulykil, skráðu því í afsláttarþrep orkunnar og fáðu strax afsláttinn sem þú átt skilið. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. Launamiði Hapaþrennunar gæti gefið þér 100.000 krónur á mánuði í 15 ár. Hapaþrennan. Skemmtilegt að skafa. Ég endurtek í 15 ár. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Fáðu tilboð í dekk. Dekkjahöllin.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þeir að hlusta hér á Auðun Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson þennan þriðju daginn, síðasti dagurinn í apríl. Það frí á morgun, 1. maí. Þannig að við PC verðum ekki hér á morgun en við Hjöppi verðum eins og það mættir á 5. daginn. Það stendur hérna í séð og heyrt að heyrst hefur að Auðun Blöndal hafi retweetað mynd frá hinum breska Piers Morgan. No. En myndin sýndi Robin van Persie, leikmann United og Alex Ferguson þjálfara liðsins í faðmlögum. Gerðu þú það? Já, ég retweetaði þér endar. Það langt síðan, sko. Já, þetta gammalt blað, sko. Já. En hvað, það var sem sagt Piers Morgan, sjónvarpsmaður í Bretlandi. Já. Hann við Twitter og sýnir mynd af þeim í faðmlögum. Fannst það ógeðslegt. Já, sko, hann svo mikill Arsenal-maður. Já, og þú retweetaðir á það? Já. Hvað skrifaðir þú? Ég skrifi ekkert, ef ég retweeta þá bara þá sér þú það, þó að þú eldir ekki hann, þá sér þú bara myndina frá mér, fattur við? Já. Skilur við? Já, þú ert ekki að skrifa eitthvað, hefur good picture. Nei, það var ekki tannig. Nei, ég skil, ég kann ekki þetta twitt. Nei, þú ert ekki... Ég kann ekki þetta twitt shit. Nei, en það sleppti þið bara. Þú ert nýkomin aftur á Facebooku, það er ekki bara fint til þið? Nei, já. Og svo ertu reynda komin á Snapchat. Já, Snapchatið maður. Fekk skemmtilega mynd frá þér þar á föstudaginn. Já, Snapchatið er alveg mitt shit, sko. En ég hérna, núna ég með, já, sko, ég prentaði þetta bara útsveppi, af ég veit að þetta fyrir töðunar þér. Já. Þetta svona þolir ekki og sérðu, ef þú tekur blöðin hérna 2 sem ég sett á borðið, þetta, ég prentaði út fyrir þig líka. Hérna, ég las inn á deva.is 10 hlutir sem konur hata. Já. Og svo stendur hérna, margir kallmenn vilja meina að konur nöldrum og láti óþarfa hluti fara í sínu fínustu taugar. En hvað það helsta sem pirra konur í fari kallmanns? Já, það drefti mig. Marka má þessa léttu könnun sem að gera á F-síðinni Dating Relationships Advice. Eru þetta topp 10 hlutir sem konur þola illa í fari karla? Þannig að mér var strax hugsað til því. Ekki blóta. Já, það er fyrsta. Já, karlar. Ef þið haldið að það sé eitthvað kynasindi með karl sem bölvar í tíma og ótíma, þá er það alrangt. Hættu að blóta ef þú annað borð gerir það. Akkur ætti það að vera kynasandi? Ég veit ekki hvað... Ef þið haldið að það sé eitthvað kynæsandi við karl sem blótar, þá er það alrangt. Er einhver karl sem heldur að það sé kynæsandi? Bara á barnum, bara djöfisins fucking fuck shit, maður. Já, í hverju ertu undir þessu drastli þarna haugur, eða skilur við? Já, það er þetta ekki að bölva, það er náttúrulega bara anskotin og helvítis og eitthvað svona. Þó sem ljótt að vera að segja í útvarpinu. Já. En hérna, já, ég held að sé, allavega það er engin karlmann sem ég þekki sem finnst töff að bölva. Nei. Það bölvar enginn í kringum við bara því að, og horfið svo svona. Já.
Já, það er ógstlega. Ég get ekki sagt allt sem þetta í hug, sko, en ég meina akkur eftir það að vera kynasandi, sko. Nei, alls ekki. Svo hérna, engan yfirgang, takk. Mörgum konum finnst mjög aðlaðandi þegar karlar vernda konu sínar. En það er nóg af hennu góða og karlar sem vilja stjórna spússi sinni með yfirgangi mun ekki tóra lengi í sambandi. Takk fyrir þetta. Þú veist, mörgum konum finnst það aðlaðandi. Já, það er vendaðir. Ert þú að venda konuna þína? Ég? Já. Nei, ekki sérstaklega. Nei, en þú fer ekkert of langt með það og með yfirgang og svona. Yfirgang? Já. Ef þú ætlar að hangja í sambandi lengur en 10 ár, sko, þá ert þú bara með yfirgang einu sinni, sko. Já, svo er það rómantík. Þetta er alveg skjálfilegt. Rómantík. Rómantík er meir en kynlíf. Já. Konur vilja láta degra pínu við sig. Færðinni blóm með að skrifa þið fallega skilabót til hennar og segðu þið fallega, væmna hluti við hann endrum og sinnum. Endrum og eins. Ekki vera samt eins og væludúkka og grenjaði gegnum sambandi. Það er harðbanna. Og meðalvegurinn er akkurat máli í þessu tilfelli. Ég veist, færðinni blóm. Ef ég myndi færa konu minni blóm, það væri bara, býtu hvað, varstu fullur í ger? Færur henni aldrei blóm samt? Nei, ekki bara svona tilumslösu. Nei, bara konudagur og eitthvað svona. Já, ég meina. En ertu rómantískur sem það? Nei, ekkert sérstaklega. Jú, kannski bara svona, þú veist, ekki rómantískur eins og að skrifa einhver skilabóð eitthvað. Ef ég myndi senda einhver SMS, skilur, hæ Ástin, og ég hlakka svo til að hitta þig í kvöld. Já. Kannski verður þau heppin, skilur. Þá myndum bara svona senda mig tilbaka bara, hvað, ertu að fá þér eða? Já, en þú það stalst einhver í símaðinn. En þú ert romantískur á annan hátt kannski. Já, ég er bara velnum maður. En það er líka svo fyndið þegar það er verið að útskýra svona, eins og í svona könnunni sem ég er alltaf, ég nenni nú ekki að lesa öll 10. Ég held að þetta sé ekki fyrir manni sem mig, sko. Nei. Þetta er ekki fyrir einhverja gifta gæja sem eru með 3 börn og allt. Já, eins og hérna stendur ekki vera samt eins og væludúkka og grenjaði gegnum sambandi, eins og það þurfa að segja einhverjum kallmanni það. En það sérður líka kommentin á þessari frétt. Í alvöru, eru konur ekki hrifnar af blótandi yfirgangssegg með enga rómantíska taugar, er ljótur fyrirsjáanlegu framhjáðari, sem er óöruggur væskill og undirgefin og nískur. Shit, þú veist, þetta er svo asnægt. Þetta er algjör, svona kannanir. Svona léttar og skemmtilega kannanir. Komdu óvart. Já, dreftu mig. Komdu óvart. Sýndu frumkvæði. Verð ekki fyrirsjálu. Konur elska kallmenn sem þora að hafa frumkvæði. Það er það sveppið. Þú ætti núna að prófa það. Já, frumkvæði. Hvað er svo til dæmis ef ég myndi bara koma og segja, herra Ástin mín, ég er búin að fá pössun. Við erum að fara út að borða. Nei. Ég er að fara að elda mat hérna í kvöld og þú ert hérna heima. Já, ok, snill, takk fyrir það. Þú getur ekkert komið óvart. Þú tekur einhver ákvarðanir. Hún þarf að vera með, já, þú hefur nú alveg komið óvart. Já, auðvitað. Hvað heldur þú maður? Hún er ekki hangandi með mér ástæðulausu. En svo er eina hérna sem að, þú veist, númer 9, það var níska. Í guðana bænum lifðu lífinu. Karlar sem halda of fast budduna eru ekki eftirsóttir í augum kvenna. Að vera séður og að vera nískur eru 2 ólíkir hlutir. Ekki taka Jóakim Aðalönd til fyrirmyndar. Þetta er glata. Þú veist, níska. Ekki halda við, eittu bara öllum peningunum þínum. Það er reyndar, ég get nú verið samanlega. Það er nú fátt sem fer ég að mikið töðanmann og níska. Já. Fjandinn hafa það. Það er alveg rétt, sko. En allavega, þið getið skoðað þetta betur að þinni strax. Það er mikill munur á að vera nískur og sparsamur. Það er ekki það sama. Það er ekki það sama. Það styttist hér í Andra Freyr. Andra landið ætlar að kíkja hérna á okkur eftir örskamma stund, sturlaða staðreyndir og fleira. Þetta er lag sem ég er búin að vera að spara svolítið þessa vikuna. Það er vikuna. Spila allavega ekki í gær. Þetta er Justin Timberlake með sitt nýjasta Mirrors. En við strákarnir erum konum með góðan gest hér í stúdíóið. Hann heitir Andri Freyr. Og já, oft kentum við Andra land og Andra á Flandri. Ásamt því að vera einn besti útvarpsmaður sem við strákarnir þekkjum. Verður velkomin, Andri. Stelpur. Hvað segir kallinn? Þú ert nú ekki ofta að spila Mirrors á Rástöðu, það? Ég gera nú stundur það. Já, það er allt spilað þar, ekki? Jó, það er svona, það er allt. Við reynum að. Það er nefnilega hlustandahópurinn þar er sko samkvæmt könnunum 12 til 80 ára. Já. Þannig að maður þarf að brúa svolítið bil. Vorstu að ná allir í flórunni? Ég reyni það. Má þú spila bara hvað sem er? Já. Ok. Það er nefnilega mikið munur, sko. Þar getur þú spila bara eldgamalt rock og nýtt og bara það sem þú vilt. Já, en maður þarf að hugsa meira líka. Já. Það er málið, sko. Þannig ef þú setur Rolling Stones á, þá fær þú ekki SMS frá Brynjar Má og Heiðar Austmann bara hvað sé í gangi? Nei. Þannig þú ert frjáls. Já, ég svona
bæði sakna þess að þurfa ekki að pæla í þessu og ekki sko, ég man einu sinni var ég í þessum bakka sko og þá, ég meikaði ekki að spila Rammstein, ég var að vinna Exinu og það var alltaf bara alveg, Andri, inn á fundarbergi núna þetta á að rúla svona og ef þú kemur eitthvað svona þá fær fólk bara sjokk það er bara playlistið þarna. Það verður að monitora, það verður að fylgjast með vinnur það verður að fylgjast með lög, það verður að monitora þig farða þetta playlistanum. En þú ert nú ekki bara með andlit fyrir útvarp, þú ert með andlit fyrir sjónvarp líka. Svona í seinni tíð? Já, fólk svona hefur gaman að hlæja á andlit á manni í sjónvarpi. Já. Er það komið ný sería? Já, hún styttist í hana maður. Hún kemur í maí, eða ekki? Jú, við erum nýbúin að klára að skjóta bara. Já, það er andra landið. Já. Reykjavík. Fullt af skrýtnu og skemmtilegu fólki? Já, virkilega og skonar hlutum og ég veit ekki hvað maður. Það er svona, maður svolítið ódómbæra á þetta sjálfu kannski með svona... Já, þú ert svona þannig gæði, þér er drullu saman þetta kannski. Nei, hvernig ertu svona, þú virkar svona þannig típa? Ég vil gera vel, sko. Já, vill gera vel? Já, ég reyna að gera vel, og svona, þetta mann ekki saman, öllum finnst þetta ömulegt. Nei, það er náttúrulega leiðilegt, en þú ert svona típa sem gerir bara það sem að þér finnst skemmtilegt, svolítið? Já. Og það hefur virkað? Já, ég er rosa heppinn með það, Það er svo fyndið sko, svo ert í útvarpinu og tengdapabbi minn sem er 60, hann er ofta að hlusta á útvarpið og við ræðum saman sko og þá segir hann, já, svo er ég hlusta nú stundum á hann Andra eitthvað svona sko, hann er ágætur og mér langar alltaf svo að segja, já, hann er, ert þú að hlusta á Andra, skilju? Þú höfðu það til, sko, gamalt fólk. Það séu, 12 til 80 ára. Það er peaks. Það er your peaks. Þú ert með alla flóruna. Ég er bara, þessi gæi var bara haugur á X-inu hérna fyrir 5 ára síðan, sko. Nei, þá var einhver 60 kall upp í sumabústæði skorrað var bara að hlusta á Andra sinn. Það er sko, maður fær oft sko frá svona fólki fyrir austan og svona liði sem maður þekkti þegar maður krakki, maður var að drulla á sig í skóla og hitti gamla kennar og svona. Já, það rættist nú heldur betur úr þér. Það byggur svona allir við sko að maður bara myndi hengja sig eða fara bara í beltið og... Já, ég veit ekki. Og teskinu. Eða gera eitthvað annað, maður náttúrulega drulla á sig í skóla og svona og ef maður missir þetta jobb þá fer maður bara í svæðið. Já, það er sko, ég held að það sé nefnilega gott þegar þú ert með svona hauga eins og til dæmis okkur hérna. Þetta er eina sem maður kann, þannig að þá leggum maður ennþá meira metnað í það. En svo er maður ofta að heyra til dæmis fólk sem er í fjölmiðlum, svo bara, já, ok, hvað nú er þátturinn að hætta, hvað þá að gera? Þá er þetta sprenglært og getur fara að gera bara sem hann vill. Já, einmitt. Við getum ekki gert neitt annað. Við kunnum ekki annað. Þetta er svona eins og munurinn á Guðna Bergs og Eistmára, sko. Guðni Bergs er lögfræðingur. Já. Þannig að það var ekki einhverja áhyggjur þegar hann hætti í boltanum, sko. Já, einmitt. Það er nefnilega, maður er ekki með neitt. Það er ekki eins og maður sé master í viðskiptafræði. Það er ekki með neitt. Hefurðu farið í háskóla, Andri? Nei. Þú ert líka mótið þeirri stofnunni, þegar ekki? Nei, ég veist... Þið veist þetta óþarfið, Þú ert að setja mér orðið í munn. Já. En sko, nei, ég hef aldrei farið okkur. Mér var hent út menntaskóla, þannig að ég kom þaðan út með -2 einingar, tók það á einhvern ótrúlegan hátt og bara vinsalegt beðan mig kom ekki aftur. Í hvað menntaskóla varstu? Ég fór í iðnskólann til að taka upp samlenduprófin. Ég skeita á mig því. Nú skeist á því í grunnskóla fyrst? Ég elska mín. Ég er búinn að vera ræpandi í buxurnar bara síðan, ég veit ekki hvenar. Og svo fór maður þaðan sko, það var markmið að komast ná því öllu saman. Já, brillera er þar. Ég læt að vera, ég skreiði yfir þetta. Ég skrifaði svo fallið bréf til dönskukennarans, því að ég vissi bara að það væri alveg hopeless. Ég ætti aldrei eftir náði. Og við náðum ágætlega saman. Það var alveg yndislega kona og svona, og ég var alltaf svona almjölu við hann og settist á fremsta bekk og svona, já, hvernig gerum við þetta og svona. Sýndi áhuga? Já, sýndi mikið áhuga, vildi læra þetta og það bara gekk ekki upp. Og ég skrifaði semst að aftasta svari sem átti að vera heil blaðsíða. Þá kom bara með svona reitgerð bara, Elsku Sigrún. Veistu það, ef ég kemst ekki í þennan áfanga, þá er skólagöngum minni lokið. Ég veit ekki hvað ég gera. Ég var aldrei eftir að vera til Danmörkur. Ég var aldrei eftir að gera neitt, nota þetta tungumál langt skapað hlut. Mér langar bara að komast yfir þetta, mér langar að standa með betri í öðru og hún svona gaf mér 5. Hún gaf þér 5, en svo er svolítið 50. Hvað gerðið svo, Andri? Þú fluttir til Danmörk. Svo flutti ég til Danmörk. Jó, það er í 3 ár. Ég á aldrei eftir að þurfa að nota þetta. Ég á aldrei, að þú lögst það. Og nú talar þú reybrandi dönsku? Nei, það er nefnilega, ég kann ekki sko stakt orðinu sko. Ekki eftir 3 ár. Ertu algjör haugur? Ertu verri en ég? Ég er bara heimskur. Nei, ég meina, ég fór í 3 mánaða dönskunám í Danmörku sko, var tilneittur til þess og líka langaði að læra þetta og fór 3 daga í viku, 4 tími senn, satt hann með einhverjum Philips-engum og brallubúm og allir með svona headphones og allir, en
1, 2 þá var þetta svona að endurtaka og þú veist, Brasilíubúarnir og Filippseyingarnir og allt þetta lið, það bara náðu þessu í kvelli sko. En ekki þú? Ég bara lokkaði þessu. Samt alveg líkt sko, tungumálið. Já, nákvæmlega. Svo líka bara þægilegt, þegar maður kann ensku, það reynir maður bara að bjarga sig þannig. Þú ert reyndar ógeðslega góður í ensku, ekki? Nei. Herðu, við ætlum að fara hérna í örstuð skilabóð, svo ræðum við hans betur við Andra. Hver vill ekki gleðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. mótni hjá Yngva Eystins trögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Ég segi nú bara sem betur fer Hlöll ekki með heimsendingu, því þá færi ég líklega aldrei út húsi. Hlöllabátar ávannabindandi unaður. Nú getur þú keypt dekkin á netinu á dekkjahöllin.is. Já, ég með. Ég kom ekki. Nei, einn á. Já! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Með afsláttarþrepum orkunar og viðbótarafslætti á þinni stöð getur verið með fastan 10 króna afslátt hjá Orkunni. Orkan. Afsláttur alveg vinstri hægri. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirleitt, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Öddi og Sveppi í FM 95 Blö. Ertu á lausu snart? Fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö og ég ákvað að rjúfa útsendingu því að við erum byrjað að ræða hér við Andra Frey. Ástamálinn maður? Já, hluti sem mættu kannski heim í útsendingu. Heldur betur maður, við erum konið djúft. Hvað mótilegtu? 80. Hann 80 eins og ég. 33 ára á lausu og býrði í miðbænum. Available. Og sko, svo mikið af peningum að það ekki meira plass fyrir auðra en og... Já, þú ert alveg bara drauma tengdasonu. Kom hérna á Hyundai Elantra 2001. Kallan Partisan svarta. Ertu komin á Hyundai? Elantra. Elantra, já. Fallegi bílar. Mjög fallegi. Æðislega bílar. Þannig að þú ert svona, þið eru svona í svipari stöðu. Já, við erum báðir fæddir 80, 33 ára gamlir á þessu ári. Single. Segir þú líka, þegar er spurt hvernig þú fættur, segir þú líka The Big 8-0. Nei, ég læta það eiga sig sko. Ég segi bara 80. The Big 8-0. Ég segi alltaf bara 32 ára þar til ég verð 33 ára. Sérstaklega svona í seinni tíð. Það finnst mér bara þægilegt það því ég á sko ammali mitt ár og segi bara hvað er þetta gammalt? Ég er 32 ára. En svo náttúrulega get ég það ekki eftir 8. júlí. Nei. En ég kom inn núna, spyr ég Andri, fyrst ég nú komið mann hérna í sömu stöðu og ég. Nettur haugur í okkur báðum. Ég kom inn þrýstingur á því frá móðinn og öðrum. Já. Það er mikill. Þrýstingur hvað þá? Að fara að stofna? Já, bara fjölga sig með þér og svo bróðið minn sko, hann er meiri haugur, hann er eldri og það gerist ekki þar eldur og það er hann líka á lausu? Nei. En ekki komið með bad kannski? Nei, hann er ekki komið með bad. Nei. Færtur? Nei, hann er 2 ára metri. Já. Það er ekkert svo mikið. Yngri en Sveppi? Það er eitthvað smá púður eftir ykkur en þú. En sko, ég rak með það í gær, þetta er alveg fellið sko. Það er eitthvað sem var á Facebook eitthvað. Ég er að fara að sjá þessa hljómsveit núna í sumar. Og svo ægilega ánægð með þetta. Og ég sagði, ég sá þetta band nú 99 ára óverkildum með. Alltaf var að skrifa það. Ég sá þetta band ára 1990, svo alltaf strókaði tilbaka, alltaf var að skrifa eitthvað mörg ár síðan síðan. Ég sá þetta bandur í 14, nei ég ætla ekki að gera það. 14 árum síðan, það var róaskildum með drengandi í bjóðum og það gaman. Já. Lægi. Og ég var að hugsa sko, hefði maður eignast barn 14 ára gammal, það barn hefði eignast barn 14 ára gammal, þá getur við verið afar í dag. Já, við getum verið afar. Hvað áttu þegar þú varst jakkamalla við núna, 33 ára Sveppi, fyrir 3 árum, þá áttu þú nú samt bara 2 börn, eða ekki? Jú, 2. Já, samt 2. Já. Þetta er ekki hægt, sko. Nei, ég veit. Nei, svo er nefnilega máli, svo hérna, sko, skiptir þetta einhver raskat máli kannski?
Nei, maður vill hafa eitthvað sem að, eins og, sko, sem tekur við dót, hvað við gera á Hyundai þegar ef maður deyr? Hver að taka Hyundai? Hann beint upp í vöku. Ég get ekki eitthvað til þess. Það verður ekki barist hann, held ég? Nei, ég meina fjölskyldan kannski, ef maður ætti kannski pabb, þá kannski að hugsa, þetta er bílinn á pappa. En þú sér til dæmis, nú hafið þið unnið báðir, Kristóður Dignus, framleiðandi, hann er að framleiða Andraland. Er þetta honum að kenna það? Nei, hann eignaði sitt fyrsta barn 36 ára. Já, reyndar, skilur. Þannig að þið eigið alveg 3 ár eftir. Og hann er komið 3 núna. Hann er komið 3. Segur. Þannig að eina sem þið eitthvað að gera er að finna ykkur einhverja ketlingatöru. Ekkert svona. Nei, einhverja góða konu. Ég sagði ekki ketlingatöru, ég sagði ketlingatöru. Eitthvað högulegan hvaðan kost, já. Eitthvað svona sem þykir vænt ykkur. Og sæða. Ég lendi á spjalli við, þetta hljómar ótrúlega vel hérna, ég lendi á spjalli við Eyjólf Kristjánsson daginn. Og hann var eitthvað að ræða þetta með mig, og kom með börna og samstarfskona mín, hún er alveg bara að fara að gjóta, sko. Hún er komið 9 mánuð að lifa, alveg að bresta á, sko. Og hann var eitthvað að ræða, og þú andræði, þú komið eitthvað að nei, já, þetta er alveg til maður, maður er að spara sig. Það er að gera þetta minn, ég er bara eignast, mitt fyrsta barn 38 ára gamall. Ég er bara ákvað að hlaupa mér hodnin og svo bara hendi og ég var aldrei verið afmækkisamari. Þannig að og það er King Eyjólfur Kristjánsson. Og ekki nóg með það, Jakob Frímann sem verður 60 á laugardaginn. Er hann að verða 60? Á laugardaginn. Hvaða húður er sá maður að nota? Hann er bara I want them. Makar í sig, sko, bara millibuninu úr óspjallari mei. Nei, og hérna hann á 8 mánaða gamalt barn. Svo er náttúrulega 59 ára. Svo er náttúrulega hann upp í Kjós, hann náttúrulega kvalpaðast með hann á Bubba. Hann er, sko, ég veit ekki hvað hann er gammal. Hann er alltaf eitthvað að bralla maður. Þannig að við þurfum svo sem ekkert að vera stressa okkur, Andri. Nei, ég líka, sko, kannski að við tveir getum líka verið þá svolítið samferð í þessu. Já, eða þá verið svona, ég veit ekki, fyrstu kallmenninni sem fá að ætla saman vika og vika. Það er æðist. Ætleið einhvern tælenskan úling. Já. Ég fara bara beint í úling. Já, þinn er ekki bara að skipta á flegi. Nei, þarna gefum við bara góða punkt, sko. Fá okkur duglega strák frá Perú eða eitthvað sem kann að reyma skóna og pissa standandi og allt þetta og vinnur fyrir sér. Og skeinir sér sjálfur. Já, og bara, og svona, eftir svona, ég veit ekki, eftir svona kannski 2 ár getið þið verið að fá okkur í glas saman og svona. Það væri líka eitthvað fallegt við, Andri. Við verðum að skiptast á með svona, segjum við myndum ættleitt saman. Kannski 5 ára. Það er ekki toppaldur. Ef að við varum svo Erfiður aldur. Já, við varum svo byrjað að rífast innbyrðis með banni. Herru, hvað ætlaði þú ekki að taka hann næstu? Haugurinn, ég var að kíkja á það hróa skemmtu. Já, þetta bara gengur ekkert lengur. Ég var löngu búinn að segja eitthvað. Ég ætlaði að vera hann á þessum tíma. Ég er alltaf með banni. Það var svona, það myndi eiginlega vinskap okkar. En svo líka annað þessu. Það er náttúrulega Woody Allen-leiðin. Já. Það er að ætlaða kannski 15 ára gamla stelpu. Já, nei. 4 árum setna, þá ferður bara á Skeljarnar. Og það er skelfilegasta leið sem hægt er að fara, held ég. Já, hann er hamingjusamur en Allen. Já, ég get ekki lofað ykkur miklu þegar kemur að barnegnum öðru. En ég mun aldrei fara út í Allen leiðina. Það er eina sem ég get lofað ykkur. Nei, þetta er nú bara svona hugmynd. En við vorum að tala hérna áðan við Sveppi. Hvað þú ert góður útásmaður, Andri? Já, þú ert svo slagur og slikk og slag. Já, og ert svo natural. Það er bara virkilega gaman. Og ég held mér þess að ég geti ringt bara einhver núna og þú getur búið til aðtúr því. Þú veist, þú ert svona þannig spontant gæi, sniður, alltaf á tánum. Þannig ég ætla bara að ringja eitthvað núna. Ég ætla að ringja þið bara eitthvað gæm svona mér. Og ég ætla bara að sjá, Andri, búið til að góða þessu. Make me a bicycle clown. Þetta er ekki í notkun. Nei, þetta er ekki í notkun. Thank you God, man. Það er stundir sem að stenda með manni. Það er stundir sem að stenda með manni. Þetta byrjar að hugsa eitthvað gott. Það er ekki svona aðeins að, ég veit ekki náttúrulega hver maður er stattur eða viðkomandi eða... Já, Ester. Sæl, Ester. Hver er það? Haukur Eyjólfsson heiti ég. Haukur? Hvar ertu stödd á landinu? Ég er á Austurlandi. Já. Eikstöðum. Já. Nú er svona verðarhaugur í manni og maður er svona bæli. Ég bý hérna sjálfur í bænum. Ég er svona gæla við það, gæla mér í mótilegu. Er það eitthvað svo mæli með hér aðeins? Í útilegu? Já. Já, en hvernig er veðrið? Hessa stundin er náttúrulega bara frost. Það er frost? Já. Þetta er ekkert útilegu verið það? Nei. Ert þú með laust pláss hjá þér? Á Bessastöðum. Við hvernig
ætlaði þú að hringja? Ertu á Bessastöð? Ég að hringja austur, eða ekki? Þú ert að hringja austur, Já, ég ætla nú bara að hringja. Ég nefnilega svona, já, menn kalla mig spontant. Ég tek því svo sem fagnandi og ég svona hringi stundum bara eitthvað númer og kanna aðstæðu með veður og annað og vill svona koma óvænt í bæinn og helst kynnast nýju fólki og þá nú tilvalið að hringja og gáður sig ekki. Veitu, hvernig valdur bara númerið mitt svona bara allt í einu? Já, þetta nú bara, gerðu þú aldrei símaðið í gamla dag? Hvað segirðu? Er Bolli heima? Bolli? En undirskál, þekkjur þennan ekki? Nei, ég þekki þennan ekki, því að hvorki Bolli eða undirskál. En ertu með plásaskan? Hvar? Heima hjá þér, slátt ekki svona. Nei. Ég kynnist ekki fólki, ég gist að næsta hóteli. Heima hjá mig hvert? Á byrðu ekki Egilstöðum, varstu ekki að segja það? Ert þú ekki rætt í mér? Nei, ég er nú ekki að gera þetta, ég var að segja að ég er svona spontant maður og ferðarhugur í mér og allan fyrir að koma mér úr bænum og þannig ég geri þetta, ég þannig að tróða þessu jössin þar. Já, ég hef ekkert hérna pláss fyrir þig á Egilstöðum. Þó það væri nú ekki bara sófinn. Þó það væri bara sófinn, þá hef ég ekki pláss fyrir þig, nei. Ég elda fyrstu nóttina. Alltaf elda fyrir mig fyrstu nóttina? Jæja, mér heyrst það. Svo kannski skriðum maður upp í. Já, það. Heldur það virki? Veistu nokkuð við hvað þú varst að tala? Ester mín á Egilstöðum. Ester hvað? Ég er nú bara að reyna að kynast þér, Eskan. Ester einu? Já, það skaldu bara. Svo einu svona spöðari líka svo segir þetta. Já, ég er að grilla í þér, Eskan. Nei, en við skulum grilla í kvöld. Já, ég þakka þér fyrir. Ég þekki því ekki neitt. Nei, ég er það ekki komin tíma, Nei, ég held ekki. Þetta er nú farið nafn, Ester. Hvernig segir maður Ester afturbak? Ég veit það ekki. Stefán, nei. Hæ, hvað sagður þú? Nei, ég veit það ekki. Hvað sagður þú? Hefur eitthvað reynt það? Nei, ég er svona að bera þetta nafn lengur. Það var nú ekki leðilegt ef við gætum nú að þannig hist í skálanum, í söluskálanum, þá var ekki náma bara til að dífa nokkrum frönskum kartöflum í kótelsósu. Veistu það, ég hef bara enga þörf á því að hitta þig. Pepsi Max? Nei, ég bara þarf ekki að hitta þig. Nei, en langar samt til? Nei, ég held ekki. Þú þorir ekki? Ég bara veit ekki við hvernig ég er að tala. Þá segja það er ekki allt morandi kjúklingabúðum ég er að stríða Eskan, Ester mín er pláss? Nei. Bara takk fyrir samtalið. Ég get nú að tala í allan dag Já, veistu, ég er bara upptekinn og má ekki vera. Hvað er það að gera? Það skiptir ekki máli. Það skiptir öllum máli, þetta skiptir öllum, við erum að kynnast. Vertu bara margblessaður. Við erum að kynnast, Eskan. Já, þú kynnist einhverjum öðrum en mér. Kynna? Má ég kynna yfir sjálf mér? Ég er að grilli í maskanum, ég er að grilli þér, ég er að setja á tein. Vertu margblessaður. Setja á grillpinna, ég er partípinn. Já, bless. Þetta er ekki notalegt. Þetta var skemmtilegt. Sérðu mig, ég hló allan tíma. Já, ég heldur sér bara að gera mig greiða. Ég er að grill, ég er að setja það á tein, við þurfum að nota þetta. Svo er Sveppi búin að skrifa svona, spurðu hana hvort hún þekkir þig ekki. Þekki ekki ræddina. Þekkir mig ekki. Já, hún var ekki að kveika. Nei. Þessi ljúfa... En þú varst heppinn, ég stimplaði bara einhver númer, hún kynnti þessi sem Ester. Það var gaman. Þetta var símaði til beinni. Andri, alltaf gaman að fá því heimsókn. Ef hún heyrir af þessu Ester, þá er ég nú ekki svona dagstæðilega. Nei. Til ég að kíkja í heimsókn, ég fenn nú oft austur. Já, það er líka ógeðslega gaman að fara austur og svo bara einhverjum sem þú þekkir ekki. Ógeðslega gaman. Ég gerði alltaf eftir hvert einasta ball. Þú ert ekki frá Reyðarfirði fyrir ekki neitt? Reyðó? Sætlarnir? Sætlarnir. Þetta er alltaf rauður, ég er eftir þér. Andri, takk hérlega fyrir komuna. Hér eftir örskamastund förum við í Geymt en ekki gleymt. Þá ringjum við í gamlar smáauglýsingar. Það eru Sturla staðreyndir og múta, svo einhvað sé nefnt. En fáum hér smá mjús fyrir Andra. Af trúalegum ástæðum þá teki brakandi stökt og ilmandi beikonið af hlöllabeikonbátnum mínum. Það þýðir þó ekki að þú þurfur að gera slíkt hið sama. Hlöllabátar, sérsniðin skyndibiti að þínum þörfum. Yes! Já, koma svo! Skjóta! Þetta er víti! Þetta er ástæður að kosta svo mikið pening, sko. Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Hringurinn. Besta þýdda táningabók síðasta árs að mati bóksala er komin í kilju. Hringurinn er sambland af hungurleikunum og Harry Potter, segja gagnrýnendur. Bjartur. Dominos kynnir. Falskur fugl fær frábæra dóma.
4 stjörnur í Morgunblaðinu, 4 stjörnur hjá RÚV, 3 stjörnur í Fréttablaðinu. Stórgóð og áhrifarík. Falskur fugl. Sjáðana í bíói. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Allir í bátana því nú verður spilað. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Yokohama-dekkin færðu í dekkjahöllinni. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Akkurat, við erum að hlusta hér á Auta og Sveppa þennan þriðjudaginn. 30. mars og 30. apríl og síðasti, dagurinn í apríl. Já. 1. maí á morgun. Apríl kemur aldrei aftur. Nei, ekki þessi apríl allavega. Ekki á þessu ári. Nei. En það komið að dagskrárliði sem að, Sveppi kýsa að kalla geymt en ekki gleymt. Já. Þetta einn af mínum uppáhalds. Já, þetta nýtt og skemmtilegt hjá okkur strákunum. Þá ringjum við í smáauglýsingar úr blöðum, gömlum blöðum. Já. Og einu svona aðtuga hvort þið búið að selja það eða svona láta þykjast þarna bjartsýnir og vonast til að þetta sé ennþá til sölu. Já, og við höfum verið að ringja sem sagt í smáauglýsingar sem voru í DFF einhvern tíman 2003, 2002. Já. Nú komið nýtt tveiskallið minn. Já, nú ætlum við að ringja, ég búin að opna hérna Bændablaðið frá 2001. Þetta miðvikudagurinn 2. maí, þannig að þetta eiginlega akkurat bara 12 ára síðan. Já. Mun á 3 dögum. 2. maí 2001. Já, og þannig að þetta 12 ára gamlar smáauglýsingar. Í Bændablaðinu. Og hérna þetta allt bændur að auglýsa. Þetta bara ég strax farin að hlæja. Þannig að þetta ætti að geta verið skemmtilegt. Hvað verið að selja þetta? Og ég held líka bændur, þeir ekkert mikið að breyta númer. Nei. Það oft sem að fólk búið að skipta númer. Það mikið að heimasímum og svona. Já, fyrir þeim bara að breyta númer eins og að skipta nafn og kind. Já, þetta ég heldur sem bara gull kistu hérna. Já, við erum með gullkistu. Sko þarna eitt sem að óska eftir afrúllara. Hvar? Já, hann hann. Óska eftir afrúllara, til að hringja. Já. Og segðu sért komið með afrúllara. Ég sé bara að græja núna í 12 ár. Hvort ánum vantan ennþá. Þetta reyndar eftir klukkan 8 á kvöldin en... Já, en það var 2001 sko. Já, það getur það breyst. Já. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég sé hér óska eftir afrúllara, vantaði hann ennþá? Hei. Já, nú veit ég ekki, það getur vel verið. Ég hérna með, þetta reynda gamalt Bændablað. Já. Þú varst að óska eftir afrúllara, ég ætlaði nú aldrei að tíma mínum, en ég var búinn að merkja við þetta ef ég skildi nú einhvern tímann ætla að láta hann af mér. Já, hvernig afrúllar það? Hann er í toppstandi hérna hjá mér. Já. En ég er búinn að geyma blaðið, þú varst að auglýsa eftir þessu 2001. Já, það getur passað, já. Já. Já, en hvað þú stattur í veröldinni? Ég nú stattur í Reykjavík eins og Já. En fer svo aftur austur á morgun. Já, fyrir austan fjalllegst. Já, og hvað mundi alltaf að þið vantaði þetta? Já, það nú meira en það, þetta bara stálminni. Já. Og ertu í búskap? Já, við að hætta samt. Það að hætta? Já, við erum að hætta þessu. Þannig að ég ætlaði svona að tjekka, ég veit að það eru 12 ára síðan, en vantaði ennþá afrúlarann eða? Já, það vantaði alltaf afrúlarann, hann ekki ægilega dýr? Hæ? Hann ekki dýr? Jó, hann nú helviti dýr. Ég bara fátækur sem bóndi, sko. Já, ég skilu. Já. Þannig að þú ert kannski ekki eldast við hann lengur. Já, það aldrei vita, það rétt. En hefur þú aldrei kynst fátækt sauðfjárbænda? Jú. Já, varst þú í sauðfjárrækt? Já, ég búinn að vera í þessu öllu saman. Nú, já. Hvaða árgerðir þessi afrúlarinn? Hann er 99. Hann er 99? Já, en svo ég líka ég er náttúrulega með skeljasandsdreifara og kalkdreifara í ágætustandi. Já. Sem tekur 3 tonn. Já, það áburðardreifari? Já, og svo ég líka til sölu træjólegt aðfærsluband og matara og einn ég með heiblásara með rafmagnsmótor og strátmann hleðsluvagn. Nú, það fyrst að hverju sem kallinn á. Já, maður með fullan lager þessum. Maður hefði bara þess að komast í gossið og skoða hjá þér. Já. Er þetta matari að blásara? Já.
Já, tríólegt. Já. Já, er það 3 fass eða hvernig? Já, mér minnið það. Svo er ég líka með Holly Blöndung, eða ég vantar svoleiðis. Já. Svo er ég líka með eina 14 ára duglega stelpu sem vil komast í sveitaðist í júni, ef þú er áhugað á því. Já. Svo er ég líka með eina 21 árs þýska stúlku sem óskar eftir vinnu. Okkur vantar svoleiðis, starfskraft í ferðarþjónustu. Já, svo er ég líka með 2 sæta leðursófa. Hann er reynda rifinn að aftan en hann er í drullugóðu standi. Og svo erum við líka með hellinga á svona einhverju leikfengum fyrir börn. Lego og Playmo og eitthvað svona. Það á allt að fara, þú heyrir það. Já, þetta er allt saman að vera að gera bara dæmið upp. Já, bara losa sig þetta allt saman. Það er það, en hvað er þetta Östavífjall? Þetta er á stöðum sem heita Sveppastaðir. Sveppastaðir, það er alveg óþekkt, þetta er eitthvað. Já. Hann var þar sem bóndi lengi vel, hann Sverrisson. Já. Það er þess að það upp í sveitum, reppum. Já, hann var að rækta þar kallinn, að hann var að handtekinn. Nú, var hann lent hann í einhverju klandri, ég þekki það ekki. Þetta er dópist. Já. Ræðum það ekki mér. Nei, það þarf ekki ræða, það neitt nánar en... Hann var ekkert ástæðlaus að hann kallaði Sveppi. Nú, já. Þú veist hvað ég meina. En hvernig selur þetta allt í þarna með matarann? Drekkur gos? Ekki mikið af því, ég þarf að reyna að fara að venja mig á það til þess að vera nútíma maður ég er. Já, ég er nefnilega með líka 2 litra Coke Light. Ég geti hendið með. Já. Ég ætla ekki að drekka það. Já, það er ekkert annað. Myndi fá það frýtt með bara. Svo ég líka bláar svona... Nei, ég ætla ekki að selja það þér. Galaböksur? Nei, þetta eru bíómyndir, ég ætla að sleppa þeim. Hérna... Já, þú sleppir því. Já, ég hef engan á þetta. Ég þóla ekki, ég er svo gamall og ekki vist hjarta og þóla sjá svolítið. Nei, ég vil... Ekki hjartatöflur með þeldi. Vill ekki selja það líka. Nei. Þetta eru minninga maður. Já, það er aldrei svo maður læri ekki eitthvað að þessu. Það var að horfa á þetta aftur og aftur. Já, segðu maður. Já. Segðu. Hérna, en ég bara þarf að hafa verið í bandi við þig. En ég er að ringja hérna frá útvarpsstöð sem heitir FM 957. Já. Og ég heiti Auðun Blöndal og við hliðina mér situr Sverrir Þór Sverrisson eða Sveppi Krull eins og hann oft kallaður. Nú, já. Það er minn maður að Sveppi. Já. Gaman að heyra í þér, félagi. Já. Og það sem við erum að gera, við erum að ringja, sko, ég fann þetta gamalt bændablað. Já, er það ringið skrýtna kalla? Já. Það hafið alveg hitt á rétta staði. Já. Við erum að ringja sem sagt í menn sem að voru að auglýsa eftir einhverju 2001 og þykjast þér að selja það. Já, heyrðustu maður sýta. Herðu, afsakað á hana. Takk að þið við. Ok, bye. Þetta var topp maður. Það var ekkert sem honum vantaði ekki. Og heyrður líka bara hvað hann var þakkláttur að fá símtalið maður. Já, hann var bara að heyri okkur strákunum. Lengst í raskati í þistilfyrðinum maður. Hann hefði getað að tala við í svona klukkutími viðbót. Hann hafði bara gaman að þessu, við þurfum svo sem ekkert fleiri auglýsingar í dag. Þetta var alveg nóg fyrir mig. Þetta var, við heyrðum hér í Hressum bónda áðan úr Þistilfirðinum. Já, því líkur eða snillíkum. Já, hann var æðislur. Svo þökkum náttúrulega Andra líka að kjallaði fyrir komuna. Já. Alltaf gaman að fá Andra í heimsókn. Þetta var hans fyrsta símat í útvarpi. Já, Andra á Hlandri. Já, það var aldrei ekki að símat. Nei, ok. Já, svo sagði hann lígu því. Hann lígu því held ég. En það styttist í Sturla staðreynda. Það búið svo mikið að gera okkur Sveppi að við hefum Sturla staðreyndir inni. Já, svo múttu. Svo mútta, þannig að það er nóg framöndan hér í okkur strákunum. En áður við förum í Sturla staðreynda, þá ætla ég að ræða þetta við þig. Ég náttúrulega les alltaf yfir FM breppið sem ég fæ sent hérna á hverjum degi. Svona sitt lítið eitthvað. Já, það er bara, þar getur þú fundið bara allt. Það er bara svona að vera að benda á skrýtna hluti og kannanir og allt svona milli heimins og jarðar. Og það sem ég var að lesa þetta núna er að það vinsælasta, og í fyrsta lagi vissi ég ekki að þetta félag væri til, en það er til The American Society of Plastic Surgeons. Já. Það er svona bara eitthvað svona út í Bandaríkjunum, þar sem að bara svona heilt society. Já, bara verkalýsfélag lítalækna. Já, og þau eru með sín eigin blöð og þetta er einhver hópur. Og það kom í ljós núna, veistu hvað er það vinsælasta hjá lítalæknum í Bandaríkjunum í dag? Fyrir utan náttúrulega þá er það... Fyrir utan brjóstinn og þetta? Setja sílikon í brjóstinn. En það er að biðja handleggina hennar Michelle Obama. Michelle Obama er náttúrulega fórsetafrúin í Bandaríkjunum, konunars Barack Obama. Já.
Og já, nú það yfir 1.000.000 manns. 1.000.000 manns? Nei, það búið að taka 1.6 million cosmetic surgeries. Já, ok, ég rugla hérna saman, það ekki 1.000.000 manns. En það það vinsælasta núna að biðja handleggin hennar, handleggi hennar. Já. Og fólk fyrir sem sagt, og ég samt, þetta slær mig til dæmis, því að ég vissi ekki að þú myndi fara Ítaði ekki til að láta laga þér handleggina? Já. Hvað þarf, eða, veist... Og svo hún líka svört, hvað, ég meina, þá eru hvítar konur þá með svarta handleggi bara. Já. Ég meina... Þetta svo steikt, sko. En sko, það hlýtur þá að vera eitthvað að fólki í höndunum. Þá hlýtur að vera með, veist, krónískan tennisólbúa eða 4 putta eða humla á öllum eða öxlin á þeir í fokki. Eða lent í bruna, kannski, eða eitthvað. Eða, veist, ég veit það ekki. Nema, mér myndi finnast alveg gríðarlega bara steikt ef það ekkert að þér. Þú fer til lítalæknis og segir, herru, serðu hérna þessa mynd, Michelle Obama? Já, mér langar í handlegginn hennar. Og það þá bara hægt? Þetta kannski, þetta ekki einhverja feitabólur í Bandaríkjunum sem að láta taka af sér tepokana eða eitthvað? Já, láta snirta þetta. Hvað heitir flapsinn hérna undir? Ég þekki það ekki. Tepokkim? Ertu að tala bara bingo-feitan? Já, bingoið. Já, en ég fór samt svona að hugsa ef þetta væri hérna á Íslandi, segjum að við værum eitthvað svona topp lítalæknir sem getur nú bara gert það sem við viljum. Hvað myndum maður bara fara, herðu, getur fengið upphandlegginn hans Fjölnir Þorgeirssonar? Já, og bringuna á honum Þorgeiri Ástvalds. Hvað viltu? Þú viltu upphandlegginn á Fjölnir Þorgeirs og bringuna á Þorgeiri Ástvalds hérna í Ísland. Það Reykjavík sýndi. Ég ætlaði reyndar ekki, ég ætlaði að segja Þorgeiri með þrá. Hún var örugglega vinsælli. Heldur Þorgeiri Ástvalds. Ekki það Þorgeiri Ástvalds sem topp bringu. Eða líka bara svona, svo væri ég til í svona spari undirhöku eins og Silfur Egil sem skella henni upp við hátíðleg tækifæri maður. Já. Það væri nú ekki vitlaust maður. Þú myndir allavega ekki vilja klippinguna mína. En svo, sko, getur þú sagt mér eitt samt líka? Já, ég get það. Takk. Af hverju hægt að fá handleggi Michelle Obama en ekki að fá hára á hausinn? Það enda hægt. Rúni fór í lítið. Þú getur alveg látið hára þig. Væri það ekki astnalegt ég myndi fara í það samt núna? Jú, það væri alveg fáránlegt. Ef ég myndi segja ef ég var alveg hinskilu, við erum ekki útvarpi núna. Þú verður bara heima. Já, það bara þriðjudagur, ég að koma heimtíðin bara eitthvað í heimsókn. Og ég myndi segja, herri Sveppi, ég að spáði hérna að fara í hárýrgræðslu. Á sama stað og Wayne Rooney gerði í London. Ég búinn að sjá að það kostar 2 milljónir og búinn að safna fyrir þessu og ég ætla að henda mér í þetta. Hvað myndir þú segja um mig? Ég myndi hvetja þig áfram. Nei, það máli. Já. Af því að þetta win-win situation. Nú. Fyrir mig þetta alveg brjálæðislega fyndið og ég myndi grenju hlátri innan í mér. En þú myndir ekki segja mér að því að finnst þetta afsnæli hugmynd? Nei, ég myndi hvetja þig. Já, ok. En svo þetta er jákvæmt fyrir þig að því að þú heldur að ég sé að meina þetta og þú myndir fá þér píkuhár á hausinn eða eitthvað og ég myndi, þú er ánægð með það og það myndi alltaf gleðja mig jafn mikið að hitta þig. En þetta heppnaðist ákveðlega í honum, hjá Rooney. Já, akkur gerir þetta ekki? Þetta er svolítið dýrt, sko. Það er mér svolítið dýrt að eyða sparifénu sinni í þetta svo ef maður eins og segir, bara eins og sé búið að taka hárinn á raskatunnaður og setja á hausunnaður, sko. Ég er ekki alveg til í það. Nei. Þá myndi maður fá smá bömmur. Maður myndi frekar, bleikja eins á sér endaþarmin, eða ekki? Herru, við ætlum að fara hérna í auglýsingar, svo það sturlaða staðreyndir. Byrst afsökunar á barnastjörnunni hérna. FM 957 og Pepsi Max á Beyoncé tónleikum í sumar. Kemur þú með? Við ætlum að gefa heppnum hlustanda draumaferð á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn 27. maí næstkomandi. Ef þú ert eiga möguleika að koma með, þá postar þú mynd af þér með Beyoncé á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Aðtugið, við munum velja úr þeim myndum sem fá 50 like eða fleiri. Pepsi Max, Beyoncé og FM 957. Pepsi Max, alvöru bragð, engin sykur. Coke Zero, ekta kókbragð, engin sykur, bragðað á möguleikunum. Hæ, ég heiti Vilborg Pólfari. Átt þú þau draum? Ég átti með draum og til að láta hann rætast setti ég mig stórt og mikið markmið og gekk alein á Suðurpólinn. Það er svalt að setja sér markmið. Íslandsbanki býður þér á fyrirlestur með Vilborgu Pólfara í Háskólabíói í dag klukkan 18. Skráning á íslandsbanki.is. Sjáumst. Þegar slys setja strik í reikningin, hjálpum við þér að sækja réttin. Kíkt á fulltingi.is og kynntu þér aðstoð okkar. Fulltingi, þér við hlið.
Stundum þá stelst ég til að fá mér einn ilmandi hlöllabátaleið heim úr vinnu. Segir svo bara við konuna að ég sé ekkert svangur. Hlöllabátar, ómótstæðileg freisting. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni ásamt Ahmed the Terrorist og öllum hínum vitlýsingum. You know, I saw an old photo of you and your wife. Your wife's quite beautiful. You saw an old photo. Miðasalan hefst 2. maí stundvíslega klukkan 10. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Hringurinn. Besta þýdda táningabók síðasta árs að mati bóksala komin í Kilju. Hringurinn sambland af hungurleikunum og Harry Potter, segja gagnrýnendur. Bjartur. Lögfræðingar frá Bifröst kunna ekki bara lögfræði. Þeir kunna líka viðskipti og skilja samfélag sitt og umhverfi. Háskólinn á Bifröst. Lítil borg í Borgarfirði. Hann þungur potturinn í Víkingalottóinu. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Yokohama jeppadekkin fást í dekkjahöllinni Skútuvogi 12. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðir FM 957. FM 95 blöð og FM 957 klukkan 22 mínútur yfir 5 á þessum drottnins dyrra þriðjudegi. Úti sól en inni gott já. Þetta ég skeitt á mig. Já, kæru hlustendur, það komið að því sem að margir á beðið eftir hérna í dag, en það sturglaðar staðreyndir. Það rétt, takk fyrir þetta, Sveppi. Þú ekki verið valinn útvarpsmaður ársins, heyri ég. Nei, sem betur fer. En sjónvarpsmaður ársins 2002. Já, það ógeðslega langt síðan. Já, við skulum ekkert að rifja upp hvað það langt síðan. En það rétt hjá Sveppa að það komið að sturgluðum staðreyndum og já, nú spyrja kannski sem vá, núna byrjuðu það ekki alltaf miklu fyrir þættunum. Það bara búið svo mikið að gera hjá okkur strákunum að við höfum þurft að bíða með sturglaðar. Já, það ágætt að láta þær aðeins sitja á hakanum. Gaman að eiga þær inni. Já, það það. Og við ætlum að byrja hér á fyrstu. Ertu tilbúin? Já. Og hlustendur tilbúinir, þá kemur fyrsta. Hitastig hefur áhrif á hungur. Þú ert líklegri til að borða meira í köldu herbergi. Já. Mér finnst það, ég kannast nú ekkert við þetta. En maður ekki, það kannski bara því maður er í frí eða eitthvað, en borðar maður ekki til dæmis meira þegar maður ellendir svona. Þá ég ætla einhvern veginn alltaf svangur þegar ég úti. Já, þá leifir maður þessi meira sko. Já, gæti verið það líka. Já. En okay. Mjög oft kalt þegar maður þessu? Já, svona misjæft sko. Já. Ég svo svanga um kjöta kaltinn inni maður, ég var að fá mig páskegg. Sorry, næsta sem var mjög skemmtilegt líka og áhugaverð. Breiðasta gata heims í Brasilíu og geta 160 bílar keyrt hana hlið við hlið. 160 bílar? Já, breiðasta gata heims. Það ekkert smá mikið. Bara ég... Hvað á Íslandi? 2? Nei. 2 hlið við hlið? 4 kannski með 5 alveg með Ártúnsbrekkan 5, já. Næstuði sko. Og svo móti 5, þannig ekki verið að tala. Nei, það ekkert 5 hlið við hlið í Ártúnsbrekkunni sko. Það mestalega 4. Já, þannig að 8 þá. Þarna voru 160. Líka aðeins fleiri kannski í Brasilíu og Íslandi. Svo hér næsta. Lærbeinin í okkur eru sterkari en steypa. Sturlu staðarind, já. Og ég fór svona eitthvað að hugsa að það eitthvað skrítið við það, en svo náttúrulega las ég með hans meira til þetta. Og þá var að tala til dæmis, þú hugsaði meira, ok, þú getur lærbrotnað bara í fótbolti í kvöld, þú myndir ekki taka gangstétt og brjótana, en ef að það væri jafn mikið af lærunar og í gangstétt, þá myndir það aldrei brotna. Já. Fattar þau? Það var að tala bara um pound for pound. Já.
Já, ég hef heyrt þessa. Já, við erum með sterk bein. Sterkara, já. Talandum að vera sterkasti bjór heims er 32% alkohól og heitir Nuclear Penguin eða kjarnorkuöndin. Penguin? Já. Er ekki penguin? Nei, mörgæsin segir. Kjarnorku mörgæsin. Já, ég væri nú til í eina kjarnorku mörgæs, maður. Þetta er mjög kósið að fá þér einn. Já. Koma heim mökkaði bara. Já, ég fekk mér eina mörgæs. Ég er búinn að segja þér að hætta að drekka hann. Já, það er töff. Hann er örgulega að fara á Brasilíu. Nei, hann getur ekki verið góður. Nei, ég er ekki mikið eins og elefant. Mér finnst hann ekkert sérst. Nei, hann er hvað 9% eða 8%. 8-9%, ég er ekkert mikið fyrir það, sko. En er ekki vodki bara 32%? Er þetta ekki bara svo dræ vodki? Nei, vodki er 42. Já, ok. Allt svona stertir í kringu 42, sko. Ok. Svo er það næsta. Það er pizzastæður í Alaska sem sendir heim með flugvél. Þannig að þú bandaðir og bara flogið með pizzuna til þín. Lítur að vera aðeins dýrari. Líka vesen og þú gleymir hvítlaugsolíu eða eitthvað. Það glemdist þarna chicken wings. Ég baði hvítlaugsolíu. Nei, jú. Þetta grínast. Hvar er hún? Ég skal fara að sækja hana. Svo er það næsta. Já, ég hef lesið þessa áður, Sveppi, en mér finnst hún bara eitthvað áhugavert og gaman að ræða hana. 12 nýfædd börn fara í vitlausar hendur á sjúkrahúsum á hverjum einasta degi. Það voru ekki verið að ræna það neitt, það er bara mistök sem eiga sér stað og þeir vilja meina að í öllum heiminum farið 12 börn í vitlausar hendur á hverjum degi. Wow. Það er ekkert smá mikið, maður. Og já, nú spyr ég, heldur að sé einhverja líkur að þú hafið farið í vitlausar hendur, að sé einhver aðrir að núti sem eiga það, kannski einhver krullarðu kall, pappin er ekki með krullur. Kannski er þú svonu pappi minn er með krullur. Já, ég get eiginlega ekki neita fyrir pappa, sko. Ég er nákvæmlega eins og hann. Já, þeir eru enda mjög líkir. Nákvæmlega, sko. Ég veit bara hvernig ég verð þegar hann 63 eins og hann, sko. Já, hvernig er það? Bara svona gamall rífandi kjaft og svona. En er það kannski ekki bara út á uppeldinu? Jú, kannski. En ef þú myndir, ég fór samt að hugsa, þú myndir frétta og ættir aðra fóreldra, myndir þú vilja hitta þá? Já. Þú myndir heyra í dag bara. Já, ef einhver kemur og pappi kemur bara og segja, jæja, Sverrir Þór, þú ert ekki svona minn. Já, það voru mistök á sjúkrahúsinu, við vorum að frétta það. Þú ert ættleiddur frá Svíþjóð. Það er hann Søren Kristjansen, pappi, sem að býr í Tromsø og við erum að fara að hitta hann í sumar. Sæl, ég er til. Þú myndir vilja það? Já. En maður myndir samt einhvern veginn alltaf líta á mömmu og pappa sem mömmu og pappa. Eftir öll þessi ár. Já, þetta er alltaf fríkað, sko. Hvort þeim væri blóðið, sem sagt, sem að blóðið ekki. Já. En svo er það, ég myndi kannski vilja, þá myndi samt vonað eftir pening. Svona, gemnir. Já, bara, pening, já, svo myndi þið drepa hann. Jæja, þá er það næsta. Fyrir hvert auka kíló í gameskipi þarf auka 530 kíló af bensinni í take-off, það er í flugtæki. Wow! Já, þannig ef það er einhver astronaut eða geimfari sem hefur þyngst 1 kíló frá því hann flög síðast, þá það bara 530 auka kíló af bensin. Þetta er ekkert smá mikið, maður. Hálft tonn af bensíni? Fyrir hvert kíló. Nú getur ég með þér. Það er ágætist tankur á þessum gameskipum. Já, það er ekkert verið að senda feitaballur út í heim. Nei. Út í game. Það er líka, sko, þú mátt ekki vera hærri held ég en 1,78 til þess að vera gamefari og mátt ekki vera þyngri en eitthvað vist, sko. Já. Þannig að þú þarft að vera svona lítill og nættur. Eins og ég. Ég get orðið solid gamefari. Þú ert þyngri en ég, þannig að þú nær vissulega hæðinni, en þyngdin er að stríða þér. Við saman getum orðið góði gamefari. Við myndum blanda okkur saman. Við eigum 4 réttir. Nóa sturlun starrendum. Hér kemur næsta. Þetta er svo sem ekkert brjálastlega fyndi, en það er bara, það er svona sýnum, en það er til, sko, fóbía bara gagvart öllu, held ég. Já. Og hérna er peronfóbía og það er hræðsla við að vera kitlaður með fjöður. Já. Þannig að það er, ef þú ert haldið með peronfóbíu þá ertu hræddur við það að vera kitlaður með fjöður og það hefur áhrif á líf þitt. Það er ótrúlegt, maður. Já, skrítið, þetta er svo steikt, maður. Já, það er, maður hræðist ímislegt, sko. Hvað, mætti kitla þig með fjöður? Já. Það myndi ekki truflaði? Nei. Mér kitlar ekki. Það er alveg rétt, við erum að glemma þig. Wow, heyrðu þetta? Kviknaði í hérna? Þetta er brunabjallan. Já, þetta er brunabjallan í fyrirtækinu, sko. En nei, við ekki taka bara eins og Titanic, við klárum okkar vakt. Já, eða bara, ég nenni ekki útfinnis í eld. Já, það eru Hallaði það allavega. Halla? Hvað, ertu brenn inni? Nei, hörðinni, hvað heldur að sé kviknaði í hérna? Hæ? Er einhver að hlaupa fram með? Tjekka þig. Afsakið þetta, kæru hlustendur, en brunabjallan fór í gangi inn í fyrirtækinu.
Það búið að loka, þannig að þá verðum við bara eftir þetta félagarnir. Brennum í beinni. Við verðum í beinni allavega allan tíma. Það eru þá alveg hitaklefi. Og svo kemur hér, það eru, 3 réttir. Flatormar, þetta var sérstaklega gert fyrir því, Sveppi. Við tók þess að sérstaklega fyrir því. Flatormar keppa í tippakilmingum við vini sína og reyna að stinga hvern annan. Og reyna að stinga? Þeir eru með svona 8, hvað stingi? Ég veit það ekki, þetta var bara, ég tók þetta beint af síðunni. Þetta eitthvað sem að þú myndir ekki keppa við vininni. Ekki náttúrulega að setja ormur. Já, ekki náttúrulega að vera búin að þrýsta niður nokkrum. Þú þurft að vera búin að þrýsta það niður einhverju öðru en áfengi held ég, sveimi. Allavega til að þú ætlar að fá mig í þetta. Bara skilmast við. Það eru 2 réttir. Ef þú ert með, þessi, ég þarf eiginlega að lesa þetta á ensku. Mér fannst þetta svolítið áhugavert. Ef þú ert 1 in a million í Kína, það er oft talað í Bandaríkjunum bara hann er bara 1 in a million. Hann er það hæfileikaríkur, sko. Já, hann er svo einstakur. Ef þú ert 1 in a million í Kína, þá eru samt 13 manns alveg eins og þú. Þannig að þú ert ekki það einstakur. Það er agaleg. Mér finnst það skemmtilega. Svo er það síðasta, þú tekur meira mark á hlutum sem eru hvíslaðir að þér heldur en sagði við þig. Til dæmis að ég myndi segja núna að Sveppi, ég elska þig. En ég myndi að koma upp að þig núna og segja, ég elska þig. Þá myndir þú trúa þig, betur það ekki? Jú, en ég myndi samt aldrei trúa því, en vissulega betur. Já, myndir þú ekki trúa þig, ég myndi elska þig? Jú, en þegar þú hvíslar í að mig, þá er svona eins og það langi í mig. Já, það er eiginlega bara pervertískra. En það er líka oft svona þegar maður er að fundum og svona allir að tala og bla bla bla. Og þá er maður alltaf herri, ef þú ert bara að tala og tala bara með þinni venjulegu rödd eins og þú situr í partíi og svo ertu bara að segja einhverja sögu og þú bara tala lærra heldur en allir, þá ósjálfrátt bara þagnar partíið og allir bara hlusta á þig. Gott triks. Prófa þetta. Já, ég ætla að nýta þetta næstur í partíi. Hvaða staðreynd stóð upp úr í dag? Sko, ég hafði mjög gaman að Pizzastaðurinn í Alaska? Pizzastaðurinn sem að flytur pítsur í flugvél. Já, heimsending með flugvél. Og sko, 12 börn. Já, á hverjum degi sem fari í rangar hendur. Það er svolítið mikið. Það er bara, mér finnst það rosalegt, sko. Í símann þinn. Notaðu nýja útvarpið til að hlusta á FM 957, Bylgjuna eða X977 og 5 aðrar útvarpsstöðar í beinni í símanum þínum eða á upptökur af uppáhaldsþættinum þínum. Farðu í App Store fyrir iPhone eða Google Play fyrir Android og sláðu inn FM 957. Sæktu appið og við erum komin í símann þinn. Allar upplýsingar á vísir.is/útvarp. Viltu koma með okkur í krefjandi göngu þann 1. maí? Við höfum byggt upp öflugt velferðarsamfélag með þrotlausri baráttu íslensks launafólks. Við viljum vinna saman að úrbótum og uppbyggingu en höfnum úrræða á aðgerðaleysi. Fáðu þér krefjandi heilsubótargöngu í góðum félagsskap þann 1. maí. Það gerir okkur öllum gott. Berjumst. Vinna er velferð. Lögfræðingar frá Bifröst kunna ekki bara lögfræði. Þeir kunna líka viðskipti og skilja samfélag sitt og umhverfi. Háskólinn á Bifröst. Lítil borg í Borgarfirði. Yokohama-dekkin færðu í dekkjahöllinni. Viltu koma með okkur í krefjandi göngu þann 1. maí? Við höfum byggt upp öflugt velferðarsamfélag með þrotlausri baráttu íslensks launafólks. Við viljum vinna saman að úrbótum og uppbyggingu en höfnum úrræða og aðgerðaleysi. Fáðu þér krefjandi heilsubótagöngu í góðum félagsskap þann 1. maí. Berjumst. Vinna er velferð. Það er 40% afsláttur af öllum pizzum af matseðli á Wilsons Pizza. Pantaðan á wilsons.is eða í síma 581 1515. Höfum opnað glæsilega golfverslun í Intersport Lindum. Öll helstu golfmerkin á einum stað. Sjón er söguríkari. Intersport. Alvöru sport. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirleitt, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa,
Litríkt á bragðið. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 957. Ödd og Sveppi hér með ykkur til, 6 í dag, cirka. Já. Og í miklu stuði, eins og alltaf. En, það manneskja sem er nú og stórstjarnar í þessum þætti, sem hefur fengið frí núna í smá tíma. Já, það móðin, hún Hatti. Já, Hafdís Sveinsdóttir. Hún ekki búin að koma... Já, það er 3-4 vikur sem við hringdum í hana. Já. Hún reyndar vill vera sem minnst í þættunum, en þarf bara að kyngja því. En það nú, þetta segja margir, sko. Já, svo getur vel verið að hún hafi bara mjög gaman að því. Já, undir niður náttúrulega elskar hún sviðsljósi, sko. Já, er ekki allir þannig? Vilja ekki allir baða sig í sviðsljósinu? Jú, drottið minn dýri. Svona innst inni. Jú, það myndi ég nú halda. En nú líka komið smá pressa á hana, við ætlum að hringja í hana því að nú eru Simmi og Jói hættir á bylgjunni. Já. Þeir voru alltaf á laugardagsmótnum og þar var svona eitt besta, eða svona vinsælasta atriði hjá þeim, var að hringi mömmans Simma, hann að Gerði. Já, þannig náttúrulega fengum við hugmyndin á sínum tíma. Já, hringi mömmu mína. Munurinn á þeim tveimur er að mamma Simma vildi vera. Já, og var með ljóð alltaf fyrir þá og var búin að undirbúa sig. Já. Að menna móðin mín hefur ekki lagt einasta metnaði í þetta. Nei, hún er með allt einhvern veginn svona lóðrétt niður í þessum málum. Og hvernig væri hún færi hún að leggja smá metnaði í þetta núna, þar sem hún er orðin eina mamman á markanum? Já. Það þarf að segja eina celeb-mamman. Eina celebið sem er í útvarpi. Já, þannig við ætlum að hringja í hann og spyrja hann svona hvort það sé komið tíma að fara að heysa upp þessum buxunar. Ekki það við þurfum alltaf að vera að draga eitthvað upp úr henni. Einmitt, að hún geti kannski, það myndi nú ekki drepa hann að undirbúa sér smá. Nákvæmlega. Hatti, er hún í vinnunni? Hatti Megababe, ég veit það ekki. Já, halló. Er það Hatti Megababe? Er þetta þið? Já, hvað segirðu? Er það sæturstrákarnir? Hvað segir aðalskvísan í bænum? Fínt bara, er þið? Það er ekki komin í sumarskap? Já, mér er svona drögglega kallt úti. Já, svona glugga við, sko. Já, má ég að segja það. Svolítið þannig. Hvað ert að gera akkurat núna? Ég var nú bara að koma heim úr vinnunni. Já. Sparku upp löpunum bara. Jaha. Já, bara sparku upp löpunum. Nei, ég er að mála baði hjá mér. Mála baðið? Það er ekkert annað. Já. Hvað djústugnar er? Akkur er fyrst ekki sonninni það? Sonny boy. Já, það myndi aldrei ekki. Þá er þetta ekki málað. Nei. En ég að býða alveg endalaust. Nei, ég er enga stund að taka þetta fyrir þig. Hérna, það er annað sem við þurfum að ræða við, mamma. Já. Nú er hún Gerður, mamma Simma. Já. Nú er hún aðalstjarnan hjá Simma og Jóa á laugardagsmótnum. Jú. Nema það að þátturinn er búinn, hann er hættur. Jú. Þannig að nú er hún hætt. Já. Þú ert eina mamman í útvarpi í dag. Já. Getur þið ekki fengið hana? Þú ert orðin eina celeb-mamman í útvarpi í dag. Þannig að nú er komið smá press á þig. Er press á mér? Já. Nei. Því að Gerður, hún hefur alltaf verið að semja ljóð, hún hefur alltaf verið tilbúin, hún hefur búin að undirbúa. Já. Hvernig væri að þú færir nú aðeins að hissa uppið, mamma, og farir að gera eitthvað klárt þegar við hringjum? Eins og ljóð eða brandara eða eitthvað. En finnst ykkur þá ekki bara upplagt að fá Gerði bara í þáttinn til ykkar í staðinn? Já, viltu það kannski bara eða? Jésús með mig, gæti ekki verið meira saman. Já, þetta segja nú allar, sko. Þetta segja nú allar mömmurnar. Nú er það. En undir niðri þá var auðvitað að segja að þið dreymir nú sviðsljósi svona öðru hverju. En ertu byrjað að fá fullt af fríum hlutum og svona eftir að vara celeb, mamma? Nei, Auðun. En það ekki? Þetta er það í hug. Hvað ertu búin að gefa margar einandra áraðanir? Enga. Í alvörinni? En það er oft krakkar að taka myndir með þér og setja á Instagram og svona, ekki? Nei, það er ekki allt í lagi með ykkur. Er það ekki til því? Engin þekki mig ekki. Er engin að snapchatta því í krónunni eða? Ok, en svona þetta er ástæðum við öllum að ringja núna. Við erum búin að gefa þig gott frí. Núna þarftu bara aðeins að fara að hysja upp þig, mamma, og undirbúa þig. Þannig að nú spyrjum við, hvað ætlar að vera með fyrir okkur næsta þriðjudag? Láttu þér ekki eftir það í huga, ég ætla að fara að vera með einhvern prógramhand ykkur hérna á þriðjudagum. Aldrei. Ég meina, þú getur alltaf sendt bara reikning upp á solid 15 skall. Já, þú getur borgað fyrir það. Gottu nú með brandarahand okkur? Nei, ég kann enga brandara. Þú hlýtur að kunna einhvern? Nei, kann ekkert svoleiðis. Hættuðu þessu. Áttu eitthvað ljóð? Jesús minn. Hvað er upp á skaldið þitt? Það veit ég ekki. Ertu steinsmanneska? Það veit ég ekki. Ég er alveg út úr kortinu í öllu svona. Ég er ekki svona einhver ljóðamanniska eða eitthvað. Nei, en þú hefur alltaf verið mikil brandaramanniska. Ég kann enga brandarauður, þú veist það. En ef þú yrðir að segja einhvern núna, annars myndu bara, annarkvært ég, Maja eða Dæja,
hvaða brandara myndir þú segja? Hvað ógeðslegur. Hvaða brandara myndir þú að segja? Maður gæti ekki sagt neinn, brandara ég kann engan. Jæja. Ok, það annarkvort þú segir brandara. Já. Eða þú mátt velja eitt af börnunum þínu til að deyja. Rosalega klikkaðir. Jæja. Þú ert eiginlega bara basically að stimpla út. Við getum þetta að ringja hann að Gerði. Já. Já. Það væri ekki vitlaust. Og lætur hún svo sett voða spennt yfir þessu. Það var ekki lengur frít í bíó. Þú lætur eins og þú haldir það að mér væri ekki meira saman þá myndir ekki hringja aldrei. Færðu frít í sund og svona? Nei, fer aldrei í sund. Nei, auðvitað ekki. Ég er frekar vassrætt. Já, ok. Já, hún er það með þessu. Vassrætt? Já, hún þorir ekki rennubrautir eða neitt svona, sko. Þú þorir alveg að sjóða egg. Það er bara vatn. En okkur er það að mála baðið og þorir ekki í það. Já, við erum með svipað sundtakta, ég og Auðun, þá veistu hvernig það er. Já, hann gleður mig. Pekka frá móðum minni. En jæja, herðu ok, þá ætlum við ekki að vera að trufla. Við vorum bara svona vonast til að þetta er til þess að þú myndir hisja upp yfir buksunar og fara að undirbúa eitthvað. Nei, ég er ekki að fara að hisja upp buksunar til þess að vera með kláru ljóð eða rimru eða eitthvað handíkur og sveitan. Og sjáðu keitt tífinnur. Ok, takk fyrir ekkert. Takk fyrir ekkert. Ok, bye. Ok, bye. Já, hún var basically bara stimplast út hann. Já, þetta, sko, hún veit það ekki, en þetta var kannski síðasta skipti sem ég tala við hennar móðinu. Þetta var að syngja suma félaga mína þarna, We're up all night to get lucky, nefn engin nöfn. Þetta eru Daft Punk hér með eitt besta lagi á stöðun í dag. Ég veit ég segi þetta stundum. Þetta er þetta Daft Punk? Þetta er Daft Punk. Manstu ekki til laginu Around the world, around the world. Jú, ég man eftir, en ég var ekkert eitthvað að kveikja hverju það eru svo sem. Það er sama band, þetta er eðalband. Þetta er eitthvað vinsælt. Já, finnst þér þetta ekki flott lag? Já, sko, hérna, vini mínir, þeir eru svona nördar í tónlist, sko. Já. Þeim finnst Daft Punk voða fínt. Já, þetta er líka bara geggja lag. Þá lítur þetta að vera gott stöf. Það er rétt fyrir sumar, þetta verður sumarsmellarinn í ár. Já, ég var einmitt að hugsa bara, hvað verður sumarsmellarinn í ár? Nei, menn að þú ert á útastöð alla dag eins og ég, þá byrjar að hugsa svoleiðis. Það er ekki, þú mætir hérna í 3 tíma og ert í Bubble Crush eða hvað sem þessi viðbjóðslega leikur þinn heitir þar á milli. Hvað heitir þetta svona ert í? Candy Crush? Candy Crush. Candy Crush. Er þetta svona rosalega ánýtjandi? Já, mér finnst þetta ótrúlega róandi. Róandi? Já, kona mín reyndar, hún eittis út úr símónu sínum að því að hún var farin að láta þetta bitna á mér, hvað hún var léleg í þessu. Nú, okkur bitnaði á þér? Af því að það er náttúrulega bara ef það er eitthvað sem gengur illa hjá henni, þá er það mér að kenna. Er það ekki alltaf þannig? Hún eittis vel, fyrir mér er þetta voða róandi. Varst það trufla hana þá? Já, ég veit ekki, hún bara pirraðist á þessum leik og eitthvað, ég veit ekki. Já, mér finnst þetta voða róandi. Hún áða nú til að pirra stundum í spilum og svona. Já, það er ekki hægt að spila við hana. Ég ætla ekki, við verðum konur út að hála í sér ef að Íris skildi vera að hlusta. En það styttist nú í lægjaðleginni heim og við Sveppi völdum það í sammenningu. Já, ok. Endur við báðir mikla aðdándur þessara hljómsveitar. Já, ég er búinn að velja lagið sem var bastin. Já. Þannig að við ætlum að enda á lægjaðleginni heim, en Rikki G nú mættur hér í stúdíu og tekur við okkur strákunum. Verðum með okkur til 9 kvöld, ferskur strákurinn. Hann er hérna í gallabuxum og peysu. Bara casual? Já, bara mjög casual. Er það casual fyrir þetta, eða ekki? Casual Kalli Benson á Rikka G í dag. En það er ekki þáttur á morgun, þannig að þar sem að það er 1. maí. Rauður dagur í dagatalinu, þannig að við Pétur verðum í frí á morgun. Veist akkur að það er frí á morgun þetta? Verkalýðsdagurinn. Það er rétt, og ætlar ekki í göngutúr? Ná, sjálfsögðu. Ég mæti í gönguna eins og öll hinn árin. Allar hinn að gönguna var? Keflaði ykkur gangan? Ég verð mættu þarna. Alveg brjálað. Læt ekki lappa yfir mig, en við hittast þeim með mér að þér til að mála á skiltin. Við getum taka heim á þig bara. Jó, við getum opnað eitt bjór og mála eitthvað svona. Þá taka börnin með líka. Að sjálfsögðu. Já, þetta verður stemming. Þetta verður bara gaman. Hérna, við sjáumst vonandi í göngunni á morgun, kæru hlustendur, en við þökkum fyrir hlustununa í dag. Ég verð mættur hér aftur á 5. daginn með Hjöppa K klukkan 4. Takk ég vel á móti Rikka. Sveppi, takk hérlega fyrir daginn. Mínu ánægðin sömulegis takk fyrir. Gaman að vera með þér hérna. Þú kemur ekki fótbolta eftir. Kemst ekki. Þannig að þá gæti dórið ágætis bolti. Við ætlum enda á lægjunaleiðina heim. Það er með Coldplay og þetta er svona lag. Það er gluggaveður, það er þriðjudagur og það er bara svona ekta svona lag, eða ekki? Það er ekta svona veður. Hvað heitir þetta lag? Trouble. Einmitt. Það er ekki það, það er ekkert vesen í gangi svo sem. Nei, þetta er bara ekta svona lag. Já, það er eitthvað svona cozy, ég veit ekki, ég set mig alltaf í spórin, en það heitir lægi á leiðinni heim. Og setjum mig alltaf svona ef ég væri í bílnu núna að keyra heim. Og þetta kemur á, þá myndi ég hækka. Heyrjumst á 15.
Óðar! Gerðu leikinn skemmtilegri. Tippað á lengjuna. 1x2 við tippum. Sumarleikur Pepsi Max. Leynist vinningur í þinni flösku. Pepsi Max gefur draumaferð fyrir 2 á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn ásamt yfir 10.000 öðrum aukavinningum. Kannaðu málið á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Alvöru eldgrillaðir hambúrgarar og heimalagaðar sósur. Hambúrgarasmiðjan, Grensásvegi. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni ásamt Acne the Terrorist og öllum hínum vitleysingum. You know, I saw an old photo of you and your wife. Your wife's quite beautiful. You saw an old photo. Miðasalan hefst 2. maí stundvíslega klukkan 10. Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni. Náman, Thule og Sena. Við elskum grín. Dominos kynnir. Falskur fugl fær frábæra dóma. 4 stjörnur í Morgunblaðinu. 4 stjörnur hjá RÚV. 3 stjörnur í Fréttablaðinu. Stórgóð og áhrifarík. Falskur fugl. Sjáðana í bíói. Thule og Náman kynna í samvinnu við Senu, Jeff Dunham og heimstúrin óspektir á almannafæri í höllinni ásamt Acne the Terrorist og öllum hínum vitleysingum. You know, I saw an old photo of you and your wife. Your wife's quite beautiful. You saw an old photo. Thule og Sena. Við elskum grín. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 33 50. Nú getur þú keypt dekkin á netinu á dekkjahöllin.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið.